Við skulum bara sækja okkur einhverja vigra og reikna út hornið á milli. Og nokkuð dæmi. Við segja svona, gefnir eru sigrarnir. -3, -6. Hver hvað sigurinn þinn? -4 og 5. -4 og 5. Það þetta mjög fallið. Já, Við skulum núna kreista út upplýsingar. Við höfum núna græju sem að gera okkur kleift að reikna hornið á milli. Ef við ekki að spyrja nokkur spurningar fyrst. Þess að bara 1. Ég ekki náttúrulega bara teikna upp A og B og 2. Við reikna lengdir þeirra, hvað eru langir, og reiknum ef við reiknum hornið á milli þeirra. Finnum hornið þeta sem er hornið á milli A og B. Þeir eru svona og ég vil segja bara til styttingar. Hitt þýðir bara hornið á milli verana A og B og þá sjálfkrafa átt við náttúrulega minna hornið. En við gerum okkur einhverja mynd af þessu, ef við ekki að 3 til vinstri, 6 niður. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þetta er A. Inn er -4 og 5. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mér. Og við ætlum að skrifa kannski inn. Fyrir lesandan. Svona. Þegar við erum að tala hornið á milli þeirra, þá er það hér. Er þetta meira 90 gráða hornið við mynd? Já. Þá erum við búið með 1. Setjum þá bara lausn á 2 hér. Alltaf þægilegt að reikna fyrst lengdina í öðru veldi. Ég sé tölurnar þarna. Það er -3 í öðru. Það er pluss -6 í öðru. Það er 9 pluss 36. Það eru 45. Og ég þátta nú er góð ferningstala í þessu margbendi, 45. 5 sinnum 9. Það gera það bara. Þetta er 5 sinnum 9. Þá er lengdin af A, já, þristur. Og rótin af 5, það er órætt tala, þannig að það er ekki hægt að gera meira hér. Og finnum svo lengdin af B í öðru, það er 4, já, ég ætla að sýna það sem -4 í öðru, pluss 5 í öðru, -4 sinnum -4 er 16, pluss 25, og 16 pluss 25 eru hvað 41, en það er frumtala. Það er ekki hægt að vera með neina brellur þarna, þannig að lengd B er bara og rótin af 41. 3. Reikna út hornið á milli þeirra. Það eru margar leiðir til þess. Við erum að prófa eitthvað svona. Við vitum allavega að kósínus af horninu á milli þeirra er innfeldi veiruna. Við höfum að hafa það sem ylli. Við höfum það sem ylli, þá vorum við alltaf tölur. Við höfum það sem breytundæmi. Reiknum númer 3, þetta er fjóðilegur. Reiknið innfeldið og ákveðuna. Reiknið innfeldið og ákveðuna. Þá erum við búin að stilla allir fyrir kosinus og sínus. Er það ekki? Er ekki dæmi betra svona? Og 4 finnum hornið á milli þeirra. Þá fyrir líka að koma pása hjá okkur. Verkefnatíma. Þannig að númer 3 á að vera bara A debilt B. Og við komum þetta er ekki erfitt. A debilt B, setjum inn verana, -3, -6,
deplað við -4 og 5 og við margföldum bara saman í víddum, tökum efri víddina, -3 sinnum -4 eru 12 og skrifum þetta bara upp og 5 sinnum 6 eru 30, það er mínus á því, þá fórum við -30, það er plús í formúlu, þannig að þetta er 12 pluss -30 og -30 og hvað er það mikið? 18 í mínus. Ef það kemur út mínuskeila tala, þá bendir það til þess að hornið á milli við þessi gleymt. Það passaði myndina okkar. Þannig að þarna erum við með kennitölu og svo ætlum við líka að reikna leikina ákveðina. A kross B og má ég gera það svona. -3, -6 kross -4 og 5 og svo segir maður bara þessi sinnum þessi, A1 sinnum B2 eða -3 sinnum 5. Þetta er svona svolítið bara að benda. Það er skrifað -3 sinnum 5. Svo mínus í formúlu. Hérna er mínustala sinnum mínustala. Plústala. 4 sinnum 6 er 24. Þetta er -24. -24. -24. Þetta er -15. -24 sem að er hvað? -34, -39. Munum aðeins hvað það þýðir. Það myndi þýða það að þetta flatamál hér, allt saman, flatamál þessi samsíðumst hér. Við myndum að teikna þetta betur. Svona, þessi samsíða og svona. Þessi tala 39 þýðir sem sagt. Hér er 39. Svæðið hér. Og að því að við fórum með A í þess átt, að B, þá kemur út mínusflatamál. Það er svona rétt að rifja upp það svo maður gera síðan. Við erum að reikna út þetta flatamál. Það kemur ekki dæminu beint við svo vorum með, en við erum samt vita þessu. Það ætlum að gera í dæmi 4, finnahásnum. Við getum allavega reiknað út í 4. Við vitum núna að kósínus af einhverju horni er, ég setjum inn kennitölunar, deilt með lengdum. Við erum að reikna þess að tölu, þetta er -18. Hérna sjáum við lengdin af A og hérna er lengdin af B. Ég setja þessar tölur bara inn. 3 rætur af 5 eða 385 og hitt var 41. Og ég ekki aðeins einfalda, hvað er 3 oft upp í 18? 6 á móti rótin af 5 sinnum rótin af 41. Þetta verður sjálfkrafa tala sem liggur á milli -1 og 1. Því að kósínus af einhverju horni getur ekki verið stærri. 1 og ekki verið meira en -1. En svo látum við matla reikna. Við skulum fyrst skrifa kannski á skrifum svarið. Við setjum sínusinn. Sínus af horninu er, það er bara krossið. Við notum þetta hérna. A kross B deilt með, það er alltaf gott að skrifa formúlunar bara fyrst. Líka þegar maður ræfa sig. Og A kross B var talað -39. Og svo náttúrulega sama í nefnar og ofan. Það er þristur sinnum rótin af 5 sinnum rótin af 41. Og 3 ganga 13 sinnum upp í 39. Húsið hvað það stuðlar 3 ganga 13 sinnum upp í 39. Þetta getur ekki verið fallega. Við fáum -13 og hérna fáum við rótin af 5 og hér fáum við rótin af 41. Rótin af 41. Svona. Og getum við nú, ef við að nota vaxareikning, þess að setja inn hérna, skuldi bara, cos þeta er og sín þeta, hvaða tölur er þetta? Við tekum sláinn í MATLAB, 6 deilt með, til dæmis, rótin af 5 sinnum rótin af 41.
0,49 í bók. Mínus 0,49 419. 419. 0,419. Það er gert í matla? Já. Gjörðu ekki fjórukastaf? 491. Já. Það er sjálfkrafa. Og sínus af þér. Mínus 13 deilt með Mínus 9080. 9080, svona. Já, aðeins að tekka á því hvort það voru hvort það hafi orðið stóð afrúningsskekkja með því að setja kósinus jafnaveldi og sínus jafnaveldi. Og það kom eitthvað sem mjög nálægt einum. Ég spyrja einnig með að kemur út úr jöfnum, jafnla 4, farið út úr mínus 8 eða þriðja kvart á daginn. Nei, þetta er bara þrisvarsinnum rótum. Þrisvarsinnum kvart. Já. Það breytir svo liðið stig þá bara. Já, 3 ganga 6 með 40, bara deilin. Þannig að sérst 18 er bara þrisvarsinnum 6, svo stykki 0. Þetta er ekki þriðarótin af þeim, heldur. Það mætti þetta. Svona. Já, ég er búinn að kanna þetta að 0,49191 í öðru veldi pluss mínus 0,9080 í öðru veldi er nokkurn veginn 1. Þú varst með tölu, var það mjög langt frá? Kosinus sitti akkurat á, þannig að 0,0158. Já, sem sagt, við erum að reikna, við erum bara að læra. Við erum að velta fyrir okkur hver afrúningsskekkja verður, við erum að velta okkur upp úr þessum hugtökum. Þess að við ættum að fá út að mínus 0,4191 í öðru pluss mínus 0,9080 í öðru. Þetta ætti að vera mjög nálægt einum. Maður tekkar oft á svona í lokin, gerði ég villi. Ef þetta er 7 eða mjög langt frá einum, þá höfum við ekki reiknað rétt. Þannig að maður svona tekka. Þetta ætti að vera 1,000 eitthvað. 1,20. Af því við tókum bara 4 aukast. Það er pluss á þetta. Já, pluss. Bara þetta er, ég er að stilla upp í jöfnum Pýþagóras. A í öðru pluss B í öðru jafnt og 1. Passar ekki. Þetta er sínus í öðru pluss kósinus í öðru, alltaf 1. Nú, allt í lagi. Þá skulum við prófa þetta. Við höfum ýmsa möguleika, allt í lagi. Tangens af horni, hvað er það? Það er sínus deilt með kósinus. Lóðrétt á móti lárétti. Þannig að við getum í sjálfu sér nota það sem við vitum tangens og setja inn þessa tölu. Mínustala deilt með mínustölu, 0,4191 deilt með 0,9080 og þá fá ykkur að tölu, ef einhver slægt því inn, bara á tölunum ykkar. Því ég spyr tölu, þá var ykkur að slá þetta inn. Ekki ykkur annar, líka ég. 616. Hvað segir þið? 0,817. 0,811. 0,465. Já, það líst mér á. Aðeins meira en 0,4 þegar maður deilum með tölur sem er aðeins minni við. 0,4 605. Fínt. Við kunum að reikna arkan. Við þurfum bara að spá í það eru 2 möguleikar. Þá reiknum við þetta er arkan af 0,4605 og það getur verið að við þurfum að bæta ef þið hafa tand þá fáum við gráðum A-tand í MATLAB A-T-A-N-D þá fáum við gráður. Það getur verið að við þurfum að bæta við 180 gráður.
Hvernig vitum við ef við erum að bæta við 180 gráður? Af því það kom út mínus í innfeldi, stefnfeldi. Það var fyrir umslæðinu svona. Umslæðinu sínur að búinu. Það ekki mála. Nei, ég hef bara skrifað vitlaust. Ég hef bara lesið þetta vitlaust. Það má alls ekki gera það. Þetta bara rugl. Þannig við verðum að laga það. Og það 0,9080 fyrir ofanstrik, kósinusinn fyrir neðanstrik 0,4191. Já, setla þetta sálarprikk að kósinusinn fyrir neðanstrik, þannig var það. Og þá fáum við, einn á móti þessu öllu. Aftur, ekki allir með matlabópið. Við gerum þetta þannig því að ef einhver eitt slæðir inn og fær ekki alveg rétt, þá einhver annar sem getur leiðrétt, því ég skrifa vitlaust hér á töfluna, leiðrétt til mig. 0,9080 04191. 1,1665. 1,1665. Já, þetta allt annað. Og svo reiknið við í MATLAB, skrifið bara theta jafnt og ATANG 21665 og við vitum út af innfeldinu að innfeldi viran var mínustala, þetta verður þeirra gleymt. En ef við reiknum bara beint, ATANT í MATLAB, hvað fáum við? 65,2237. Þetta 65,2237. En við verðum að segja pluss 180. Eða þó, erum við kannski bara að leita horninu á millið þeirra. Skoðum þetta aðeins. Við þurfum aðeins að velta fyrir okkur hvernig við erum að gera þetta. 65 gráður. Hvað erum við að reikna? Erum við ekki að reikna þessa leiðina? 65 pluss 180, hvað það mikið? Við erum að reikna, þetta 65 á skuldum pluss 180. Þannig hvað hornið sem við erum að finna? Já. Sjáum við því, maður þarf oft að gera sér hugmynd hvernig virarnir liggja. Og þarna vissum við þetta svar gæti ekki passa, það er ekki 65. Hornið stærra heldur 90 gráður á milli þeirra. MATLAB veit ekki eftir við það. Þannig að það getur verið að reikna þetta hérna horn. Og greinilega var það. Við þurfum að bæta 180 við. Það er eiginleikar arkartangins halsins. Annarkvort að fá við reikniverðu hornið, eða þá reikniverðu hornið pluss 180 gráður. MATLAB veit ekki hvort. Nefnilega þegar við reiknum hlutfallið, þá fengum við mínustölu deilt með mínustölu. Þannig að það tapaðist upplýsingarnar. Þetta var færsla til vinstri og niður. Hún veit það ekki, hún heldur þessi færsla til hægri og upp. Þetta er bara arkartangins af hallatölu. Það skiptir máli hvort maður fara vinstri og niður, þetta er hægri og upp. Ef það er vinstri og niður, þá fáum við horn sem er 180 gráður meira heldur en það til hægri og upp. Þetta fyrir ykkur. Já. Þetta hér hún reiknar þetta og svo þurfum við að bæta þessu við vitum af hverju. En við viljum, ekki búin að reikna það út. Þetta 65,2237 pluss 180. Þetta MATLAB sendur það ATANG. Já, arkartangens degrees. Arctang degrees. En við viljum fá til hornum og finnst það þægilegt til að byrja með. Þannig þetta er hornum sem við erum að leita að. Síðan getum við og lærum líka að nota bara arkarkósinus og arkarsínus. Ef við sjáum við að minnstakosti með við höfum bara arkartanginsfallið, sem er svo sem alveg nóg, þá þurfum við að vita eitthvað á rúmmyndinu. Þetta var gott í bili.